klæða á vænginn, byrja á neðan, setja sem sagt balsaklæðninguna sem þarf að vera. Ég er búinn að setja hérna á vinstri vænginn og nú ætla ég að setja þetta hér á þann hægri. Það fylgdi með 7,5 cm borð til þess að gera þetta og þau eru of breið miðað við það að maður límir framborðuna fyrst á og síðan þetta, að þá þarf ég að taka svona eins og halvan centimeter, svona 6 mm af borðinu til þess að það passi, svo það standi ekki aftur fyrir. En það er alltaf leið, ég geri það bara og svo lími ég þetta bara niður með þarna lími, sekúndulími. Nú síðan koma svona ræmur á öll rifin og líka hérna þar sem að hallastýrin eru, koma hérna að hallastýrinum og halda áfram hérna hinum megin og þetta ætla ég að dunda mér við. Hérna sést hvernig klæðningin kom á vinstri vænginn og hérna er það sem ég ætla að setja á þann hægri. Nú, þeir sem eru eftirtektarsamir hafa kannski tekið eftir því að lýsingin hefur batnað. Ég fór í Bíkó og keypti mér 2 svona lítil ljós. Þetta er nú engin heljarinnar mikil lýsinga, þetta er náttúrulega alveg miklu meira heldur en var. Hérna er neðra byrðið á vagnum eiginlega komið. Ég er búinn að vera að setja hérna ræmurnar ofan á rifin. Hérna er vinstri vængurinn alveg tilbúinn. Þetta hérna eru vængfestingarnar fyrir efri vænginn. Þær eru komnar í og hérna eru ræmurnar á hægri vængnum komnar á sinn stað. Nú þarf ég bara að leyfa þess að harðna. Þá get ég farið aðeins að pússa þetta til. Ég er búinn að svona frumpússa vinstri vænginn og hann er svona það bil að verða fallegur. Næsta er að snúa vagna við, fergja hann niður, panel fyrir sig og setja balsaklæðningarnar á þar. Þá eiga þeir að vera réttir. Hérna er ég búinn að leggja hægri væng flatan og líma frambrúnina niður. Það er að segja balsan sem kemur á frambrúnina. Og það sést eiginlega ekki hérna, hún er hérna. Ég límdi með sekúndulími hérna fremst og var búinn að setja trélím yfir rifin og yfir bitan og hérna er ég búinn að setja farg sem er þetta eru pokar með sandi. Þetta er 600 til 800 grömm af sandi og síðan sett utanum með límbandi. Þannig að þetta farg er búið að nýtast alveg svakalega vel. Nú þarf ég bara að bíða eftir því að þetta harðni almennilega, því að þetta er það sem að gerir hægri vænginn beinan og réttan. Svo þarf ég að setja ræmurnar ofan á rifin og þá get ég farið að pússa til og snirta. Áður en ég gerði þetta þá setti ég balsa hérna á miðjuna og þetta verður svaðalega flott. Og þá er efri vængurinn
að mestu tilbúinn. Búinn að grófpússa hann. Og þá bara næsta skrefið. Já, by the way. Hann smá stór. Næsta skrefið að búa til neðri vænginn, sem nokkuð nákvæmlega eins. Nema það servóið.